En ef virðulegi forseti á að ganga vel með þjóðaratkvæðagreiðslu þá þarf að uppfylla ákveðin skilyrði að mínu áliti og ég held flestra þeirra sem það skoða. Og það í fyrsta lagi að þá þurfa spurningarnar að vera skýrar. Og ég velti fyrir mig virðulegi forseti, erum við að uppfylla það skilyrði hér með þessari tillögu sem hér liggur fyrir? Fyrsta spurningin með leyfi forseta, vilt þú að tillögu stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá? Síðan eru tveir valkostir. Já, ég vil að tillögu stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Og síðan hinn valkosturinn, nei, ég vil ekki að tillögu stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Og virðulegi forseti, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta? Nú tillaga stjórnlagaráðs, var skrifuð ný stjórnarskrá. Hvað þýðir það að þetta liggi til grundvallar nýrri stjórnarskrá? Allt saman. Ef það allt saman, á hverju stendur það að gera? Þannig að það getur ekki verið allt saman. Og hvað á þá að vera? Hvaða einstöku þættir eiga þá að liggja til grundvallar? Því ekki allt. Það alveg ljóst, annars myndi það standa, það ekki? Og hver á að taka ákvörðun hvaða þættir í tillögu stjórnlagaráðs eiga að liggja til grundvallar? Og ef það verður meirihluti sem segir nei, hvað þýðir það þá? Má þá ekkert af því sem í tillögu stjórnlagaráðs vera þarna inni? Ekki neitt? Ég veit það ekki. Veit það einhver? Munum við halda hér næturfundi og kvöldfundi og alla fundi til þess að ræða það þegar að niðurstaðan kemur. Svo númer 2. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar þjóðareign? Og svarmöguleikinn já og nei. Virðulegi forseti, hvaða náttúruauðlindir? Hvað eru náttúruauðlindir? Hvað þjóðareign? Veit það einhver? Ég hérna með grein frá Skúla Magnúsinni sem dósent við lagadeild HÍ. Hann með ákveðna skoðun á því virðulegi forseti. Og ég ætla nú að lesa aðeins úr því sem ég held að sé svona kjarni máls. Þessi dósent segir, með leyfi forseta, í ákvæði stjórnlaganefndar felst að þjóðareign vísar ekki til einkaréttar í lagalegum skilningi. Hvorki ríkisegnar né sérstaks nýs eignarforms. Þvert á móti vísar hugtæki til þeirra hugmyndar að náttúruauðlindir Íslands séu gæði sem þjóðin öll hefur ríka hagsmunið af. Ekki ósvipað því að við þjóðin eigum, innan gæsalappa, tungu, bókmenntir, landslíði, handbolta og svo framvegis. Af þessu leiðir að auðlindir í þjóðareign geta lagalega verið háðir eignarrétti einkaaðila, eign ríkisins eða verið eigandalausar. Virðulegi forseti, ég ætla aftur að lesa síðustu setninguna. Af þessu leiðir að auðlindir í þjóðareign geta lagalega verið háðar eignarrétti einkaaðila, eign ríkisins eða verið eigandalausar. Hvað þá þjóðareign? Ég held allavega að við getum sammála að þetta sé ekki skýrt. Síðan kemur nú 3. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði þjóðkirkju á Íslandi? Og valmöguleikinn já eða nei. Ef það já, hvernig á ákvæðið að vera í stjórnarskránni? Þú getur væntanlega við allar að handa ákvæði þjóðkirkjuna. Það ekkert skýrt. Hefði ekki verið eðlilegra að það væri þá ákvæði sem vildu hafa þjóðaratkvæði, fólk myndi kjósa það. Nú 4. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði persónukjör í kosningum til Alþingis heimilega í meira mæli en nú er? Valmöguleikinn já eða nei. Hvað þýðir þetta? Meira mæli en nú er?
virðulegi forseti, þetta segir bara nákvæmlega ekki neitt. Að vísu er það nokkuð skýrt að menn segja nei, að þá á væntanlega ekki að setja neitt meira persónukjör í kosningu til Alþingis. Ég veit ekki hvernig það myndi koma við það eða væri sagt síðan já við að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpa nýrri stjórnarskrá, en það er aukaatriði kannski. Og 5, vilt þú að nýrri stjórnarskrá verði ákvæði atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vegi jafnt? Já, nei. Er valkostur, ég myndi segja að þetta væri kannski það skýrasta í þessum tillögum. Mér sýnist það. 6, vilt þú að nýrri stjórnarskrá verði ákvæði að tiltekið hlutfall kosningabærra manna geti krafist þess að mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já eða nei? Hvað þýðir þetta? 5%, 1%, 15, 20, 30, 40, 50? Virðulegi forseti, þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslu eru praktíserað, þá væri bara mjög skýrt. Þarna væri bara ákveðin til það. Og við erum hér að tala virðulegi forseti, 6 spurningar. Og þá í besta falli er ein nokkuð skýr. Í besta falli ein. Aðrar eru þannig að það getur tekið langan tíma af þá væntanlega þinginu sem fær þetta tilbaka og hvort sem það er í þessum þal eða í viðkomandi nefndum, að reyna að finna út úr því hver vilji fólksins er eftir að það er búið að kjósa í þessari ráðgefandi atkvæðagreiðslu.